Í þessu dæmi eigum við að finna hallatölu beinnar línu sem fer í gegnum punktana P1 og P2 en þeir eru gefnir upp hérna efst á síðunni. Nú þegar við verðum búin að finna hallatöluna þá notum við hallatöluna til að finna jöfnu línu sem uppfyllir það skilyrði að hafa réttan halla og rétta staðsetningu til þess að fara í gegnum P1 og P2. En við skulum sem sagt byrja á því að finna hallatöluna. Nú, hallatöluna finnum við yfirleitt með þessari jöfnu sem er H, sem við látum tákna hallatölu. Þetta er þá y2 mínus y1 og við deilum í þetta með x2 mínus x1. Nú við skulum byrja á y-hnitunum. y2 er þessi tala hérna. Svo við skrifum einfallega 2 hér. Mínus. y1 er þessi hérna tala. Nú það er mínus í formúlunni, sem þið sjáu hérna, en það er líka mínus á tölunni sjálfri. Þannig að við setjum þetta þá bara svona inn í sviga. Nú í þetta eigum við að deila með x2 mínus x1. x2 er þessi 5 hérna, hún kemur þá hér. Ekki var þetta nú alveg nógu skiljanlegt. Sem sagt 5 hér og mínus x1 sem er þessi tala hérna. Hún kemur þá hér. Nú útkoman úr þessu er 2 pluss 4 sem er 6. Nú 5 mínus 2 eru auðvitað 3. Svo að hallatalan er augljóslega 2. Nú getum við farið í það að finna jöfnu línunar. Og það gerum við yfirleitt með því að nota svokallað punkthallaform. En þá byggjum við þetta á þessari jöfnu sem ég ætla að setja upp hérna. Það er y mínus y1 er jafnt og hallatalan sinnum svíinn x mínus x1 og svo lokum við svíðanum. Nú, þetta er allt bara innsetning. Við ritum þá y mínus y1. Nú y1 er hér, mínus 4. Þannig við þurfum í raun og veru að gera y mínus mínus 4, sem að gera bara y pluss 4. Y pluss 4 átti þetta að vera. Svona. Hallatalan er 2. Nú við skrifum þá hérna x mínus x1 sem er þessi tala hér. Svona. Nú við margföldum inn í svigan og einföldum þetta og fáum þá y pluss 4 er jafnt og 2x mínus 4. Nú við skulum færa þennan fjarka hérna yfir til þess að einangra y. Og þá fáum við að y
eru 2x mínus 4 og mínus þessi 4 hérna. Svona. Þannig að jafna línunar er y sama sem 2x mínus 8. Svona. Þannig að þessi jafna hérna y í átt á 2x mínus 8 er jafna línunar.